Reykvískur lögmaður sýslar með 20 milljarða kröfur beggja vegna borðs við uppgjör þrotabús Spron og Frjálsa fjárfestingabankans. Hlynur Jónsson, formaður slitastjórnar Spron og Frjálsa fjárfestingabankans, situr jafnframt í stjórn félags sem stærsti kröfuhafi í þrotabú Frjálsa. Sem slitastjóri ákveður hann hvort yfir 90 milljarða króna krafa félagsins í þrotabúið verður samþykkt. Sigríður Móðarsson. Héraðsdómur Reykjavíkur skipaði Hlyn Jónsson upphaflega sem formann skilanefndar Spron. Skilanefndinni var svo falið af hálfu fjármálaeftirlitsins að stofna nýtt félag utan eignir þrotabús Spron, en þær voru allar fluttar þar inn. Það félag heitir Drómi og má segja að það sé umsýslufélag þrotabús Spron. Skilanefndin með Hlyn í fararbroddi skipaði síðan stjórn Dróma og tók Hlynur sæti sem formaður stjórnar félagsins. Héraðsdómur skipaði seinna Hlyn sem formann slitastjórnar Spron, í raun breyttist skilanefndin í slitastjórn. Hlynur Jónsson var einnig skipaður formaður slitastjórnar Frjálsa fjárfestingabankans sem var dótturfélag Spron. Drómi, þar að segja þrotabú Spron, hins vegar stærsti kröfuhafi Frjálsa fjárfestingabankans með 99% af heildarkröfum. Hlynur Jónsson fyrir hönd Dróma gerir þannig 92 milljarða kröfu í þrotabú Frjálsa fjárfestingabankans. Sem formaður slitastjórnar Frjálsa tekur hann svo sjálfur ákvörðun að samþykkja kröfuna. Einn af kröfuhöfum Frjálsa hefur nú kært þessa ráðstöfun, enda kunni það að brjóta í bága við lög gjaldþrotaskipti að sömu aðilar sitji beggja vegna borðs. Hlynur Jónsson staðfesti í samtali við Fréttastofu að málum væri svona háttað og sagði fyrirkomulagið eðlilegt. Hann baðst þó undan viðtali vegna málsins. Forystumenn slitastjórnar Spron og Frjálsa fjárfestingabankans senda einkafélagi sínu drjúgan hluta af vinnu vegna þrotabúanna. Tveir forsvarsmenn slitastjórnar Spron og Frjálsa fjárfestingabankans senda lögfræðiverkefni tengd Spron og Frjálsa, sem þau ná ekki að sinna sjálf, til félags í þeirra eigu og þrotabúin sem þeir stýra greiða fyrir. Sigríður Móðarsson. Við sögðum frá því í gær að Hlynur Jónsson, formaður slitastjórnar Spron og Frjálsa fjárfestingabankans, væri jafnframt stjórnarformaður stærsta kröfuhafa Frjálsa. Hlynur Jónsson var tíma yfirlögfræðingur fjármálaeftirlitsins og nú meðeigandi á lögfræðistofunni Kvasir lögmenn. Annar meðeigandi hjá Kvasir lögmönnum Hildur Sólveig Pétursdóttir, en hún situr í slitastjórn Spron og Frjálsa ásamt Hlyni. Þau Hildur og Hlynur stofnuðu félag sem heitir Nýsúla í september 2009. Þar starfa 3 lögmenn á þeirra ábyrgð. Félagið Nýsúla til húsa hjá Kvasir lögmönnum. Starfsmenn Nýsúlu sinna ýmsum lögfræðilegum verkefnum fyrir þrotabú Spron og Frjálsa fjárfestingabankans gegn útseldu tímagjaldi. En algengt tímagjald fyrir slík störf á bilinu 18 til 22.000 krónur. Reikningurinn fyrir þá þjónustu síðan sendur þrotabúunum og samþykktur af Hlyni Jónssoni, formanni slitastjórnanna beggja, og eiganda félagsins sem sendir reikninginn.